Komið sæl og velkomin í þáttinn Nágrannar á Norðurslóðum. Þetta 40. og annar þáttur sem við gerum saman, KNR á Grænlandi og við á N4 hér á Íslandi. Í þættinum heimsækjum við sauðfjárbóndan Kristján Fredriksen á Suður-Grænlandi. Þá kynnumst við lífi útlaga sem kallast á grænlensku Kvittok, en þeir neyðast til þess að yfirgefa samfélagið og flytja í óbyggðir. Í íslenska hluta þáttarins förum við á Djúpavog, en þar hefur frá árinu 2014 farið fram umfangsmikil fornleifaskráning á vegum Fornleifastofnunar Íslands. Síðan hittum við líkamsræktarfrömuðinn Sigurð Gestsson á Akureyri sem smíðaði fyrir 35 árum lyftingatæki sem enn í notkun. Sjónaringar ingen nødt på, som ikke når man ikke må masserere det, som man kan gøre, så har man masser udfaldelse. Ringmuren i Savatidik, Christian Fredriksen, 450 i Savatraktor. Angayunedu suurut ikiokatigilutik ivikkerisut ivikkeriffiupnalaani ornippagut ukiormannakuataani sialussaaleqiffiungimmat ivikkat imusat ukiuni siuliinut naleqqiullugit amerlanerunissaanik pissutissaqarluarpo Tusmanakatain 310 imua tawsiri imma 30 Sjøn, og nå for meget trishib. Så, igen så er det raffen i sin kode. Og nok snakker op. 200 sin ret af sjøn. 360 missioner i det mamma så. Det kan sige noget vi så river på. Det er så. Ja, det er rigtig så ingen nasset med de så godt at der var nogen mamma. Ang isipin mo lang na Uden ivikkeriffiat 6 hektaret missaaniippoq. Kristiaat 30 hektaret sinnilaarlugit narsaateqarpoq. Akilersinnaasumillu savaasqarfin ingerlassappat 5 imaluuni 10 hektaret missaani suli atorfiseqartikkaluarpai. Tussavannertinerilaawaartariap ma siitsaaqqa Det som narsaatin sanassavan uyaqaalaanassua. Ja. Det sumisimu Uyaqaalaatqarpus. Das ko as trattoassas atornerisarpap. Tau uyaqannun pilartap. Ukun atorpus ayniqaa. Tuaing pitsaqa Sukkasin filisaan taikatasti. Tässä portuisap portuisuin nattap. Sinna suriaqasappa. Siallaqattaarnera qanertitsiniaanarna qannikka. Is ajan ajo saqinneraag. Tiamaanak sialliinaayuttaam imuunarpappanersilaavaariarli. Saati aqayuna masnaqtui musaqqab. Saqqaasnada. Qan utattunni allanilliin ajarnartasiitaqqaqqasi. Ukalianerusumma putorusap ukaliakasi putorusap. Ja. Toruttappap. Iluaqutaasimasaqaassiarilu. Iluaqitaaqa tus panernarsuanaanikkuugam
ما أوكي قديته شيء صعب أن سكرانه Masakso ka daw sinasaka. إيش تصير إذا ما سقى ما أنا جيت وقت صمنا يمرق مزلنا Frá því árið 2014 hefur umfangsmikil fornleifaskráning farið fram í Djúpavogshreppi en hreppurinn fékk Fornleifastofnun Íslands til þess að skrá minjar á svæðinu. Skráningin hefur verið unnin í pörtum og þetta nú í 3. sinn sem fornleifafræðingar koma í skráningarvinnu. Að þessu sinni eru þeir að skrá minjar á svæðinu utan þéttbýlisins en í landi hreppsins. Við hittum á Kristborgu Þórsdóttur fornleifafræðing sem fræddi okkur nánar verkefnið. Við byrjum á Teigarhorni þar sem það er náttúrulega friðland og sem hluti af svona skipulagi þar þá þurfti að láta skrá fornleifar. Þannig við fórum í það 2014 og svo komum við aftur 2016 þegar var verið að undirbúa tillögu að verndarsvæði byggð á Djúpavogi og þá vorum við að skrá fornleifar á gamla miðbæðisvæðinu og en líka í öllu þéttbýlinu. Þar hefur sveitarfélagið átt að segja á því að það er hagur þeirra að láta skrá minjar í þéttbýlinu og í bara öllu því landi sem hreppurinn á í kringum þéttbýlið. Og svo núna erum við að klára það verkefni. Núna erum við að klára skrá svæðið utan þéttbýlisins en í landi hreppsins. En hvað er fornleifaskráning? Já, fornleifaskráning er það þegar fornleifafræðingar fara landið og skrá minjar búsetu frá landnámi og fram til nútíma eða allar minjar sem eru 100 ára eldri teljast til fornleifa. Og þá er fyrst unnin heimildavinna þar sem er farið í grunnheimildir eins og túnakort og örnefnaskrár svona þetta tvennt helsta. Og svo hittum við heimildamenn á staðnum og fáum hjálp frá þeim og frekari vitneskju fornminjar á hverjum svæði eða hverju jörð. Og svo förum við á alla þessa staði sem eru þekktir og hnitsetjum og teiknum það sem sést úr ljósmyndum og lýsum. Og við notum líka mikið loftmyndir og önnur hjálpartæki til þess að reyna að finna minjar sem hafa engar heimildir Og svo er þetta bara þessu safnað saman í skýrslu sem er gefin út og þetta eru aðalega unnið núna bæði í rannsóknarskyni en það er sem sagt sveitarfélögin í landinu eru skyldu til að láta vinna svona vinnu fyrir sig sem hluta af aðalskipulagi, þannig að þetta er mikið unnið fyrir sveitarfélögin. Kristborg segir að skráningin hafi farið fram víða en þó sé enn stór hluti landsins óskráður sem á kannski helst rekja til efnahags og forgangsröðunar sveitarfélaga og víða sé því pottur brotinn. En hvaða gildi hefur skráningin fyrir sveitarfélög? Þetta hefur náttúrulega mjög mikið gildi. Ég tala þetta fyrir sem fornleifafræðingur það að þetta hefur þetta gildi fyrir bara alla landsmenn, alla þjóðina því þetta er menningarverðmæti sem að þjóðin á og þarf að skrá og varðveita eins og hægt er. En fyrir sveitarfélagið að þá er þetta mjög fyrsta lagi svona skipulagslega séð er þetta mjög mikið hagræði. Þá er búið að fara og skrá svona obban af því sem við vitað þannig að ef það á að fara í að vinna skipulag eða fara í framkvæmdir þá er þessi grunnvinna til sem að bara spara mjög mikla vinnu og tíma. En þá kannski þarf að fara og taka út litla reiti nákvæmlega til þess að vera vissum að sé ekkert á svæðinu. Og þar fyrir utan er þetta frábært grunngögn til þess að kynna fyrir bara heimafólki en líka ferðarfólki. Nú er þetta búið til bara frábæra gönguleir allt þetta svæði til þess að tvinna inn allar upplýsingar menningarminjar sem eru í þessu frábæra landslagi úti í eyjum sem eru landfastar og gamla bæinn sem er í skóginum og allt mögulegt. Þannig að þetta og það er að tengja saman þessi svæði, Teigarhorn og yfir í Hálsþorpið og þannig að það eru mjög stórt svæði sem hægt er að nýta til kynningar fyrir aðkomumenn og heimamenn. Kristborg segir að Austurland sé spennandi svæði sem hefur verið lítið skoðað í þessu samhengi.
Já, ég nefnir sem dæmi eyðubyggðina hérna í Víkunum á Borgarfirði eystri. Þar hérna er frábært svæði sem að þarf að rannsaka og er svæði sem er náttúrulega við sjóin mikið og það brotnar náttúrulega af þarna þó þess ekki eins mikið landbrot þar eins og við annars staðar á landinu. Að þá þarf að fara í sjávarbyggðir og skrá þar áður en að það bara fyrir allt út á sjó sko. Já, mitt. Þannig bæði er þetta minjaverndar sjónarmið að skrá fornleifar en líka til þess að geta kynnt þetta og fólki sem að man eftir þessum stöðum og þessum minjum og þessum bæjarstæðum, það týnir tölunni og þessi vitneskja og þessi fróðleikur einhvern veginn hverfur. Þannig það tapast mjög mikið sko. Minutittallimatulliini Ammadia Syholm qeertarsuarmiu inuusuttunguulluni 24-nik ukiorarluni inuillinarmik qivittumik qeertarsuarmi naapitsisimanini oqaluttuarissavaa Ammadia Syholm ataataingatua qeertarsuarmi imeqtartartuusimavoq Ammadiallu eqqaamasani meeraalluni ataatami ikingutaanut pulaarlutik oqaluttuaqattaartuti ima te eqqaamasaqarfingivai Nipangertassal pittaamannaanna iidaannuannimera nerhyuataan pulallunga ingillu natsuq nuannarisaartastaama taaman tassaattaatangauqartarami qanganguutoqqauqartarput taamannangui nuissertuni taaneqartarpu taamaattu ersingisassangilangut ajungaarunnikuun taasarpaanngau sorlida timmiset qarlarsinnaaput sor taamaattu idaangoo nungulluti seeqqu isikkat ilaqerussarneritamakku tassa simittortarsimava issuatsiaani sormakkununami tasseqqam takusarpani issuatsiaqorsorpaluta tas tamakku simittorlungi oqoqsaatingalluungi Ammadiatu ima misingisaqarsimavoq ukiukkut taamanikku ukiu issersuaq sikorsuaq qilaluarniartaarmiavani mooniqsittumi taattassan piniartu ni ilaqaramagua taakku sakikka aqangumaallarniartu sakimmeoqarfingilерpaanga ullaakku uimakami kapeqqullugi tallimanumakeriarlunga tallimami ilaa tassi aallartarpu taamanna saarlu qimusserlus qilaluarniarlut ikilerassaarmut talliman qiteqqutto ullaasakku taamanikki sarsuusseqaallarmata taamaattu taakuussamma aamaatsaneqqassiniarlunga eqqarsaatigisimangilari inummi takusaqissallun haningamma tummerasaqaanu naasitarsualia naaqaammatsingi qimmipittu taangikkallarmata queruna marloqiyusani iniusani ilorpiaani qeerisutamakkalaalimern taafaarfarliusaamma mattoqarlun silammut tassangaanniani llakkiartortu inutakkulerparilisaasimangili isaaqa naaman anguseruйо naapakaakkiartortu tassa taa kalassaatsaqaarmi tuuleqarpo qiartuut imannuunersmat taluugguuna aam tassuniima eqqannullu piseeq paatilerutingilanga kisianni eqqarsarluaqqaarpunga tassimeqqarsarpungilaa naatassan paneq meaqaqqaatinguara sumiifferussiunga tassi annassinnaajunnaarpunga immaq ilum tusaasinnaangia tassini nipi eqqumiittorujuk taamanni peqarami qaniaalangaluarpuqalussunnaangitto sorluuqalukkalerpaassaanginna meqqut maangaani taviin tas meqqanu
Ida missingitersaarmi ida niumasajunnaani aqullaariartortuttugut. Taa silattorsartarama silattorluorlunga eqqarsilerpuna уллатаёрнаqa аллуманнаффиссарингиангаатаатарпунаарниарпу атаатарпунаарлунга аллартикками исингисутааннагинну наақисерпаарлуна таспууйорпаа уналу эққаама луар нааратассаммеэраалтану атортаатсигу таанна тас наанангууту эққарсилерпуна тас аллатаернаагуаннааннаанниартариақарпуга ниллернагалаатаатсимиллуун тассам ниллерсиннаангани иллерун паатиерутиссангамагита таавакингумуаалларпуга иллутунгаану туммеққалааққорниллу кингум иманнаккингумуқарлунга сикеққеққиннаалерикка наа иланеқулангерлунга иманнақулангерамминга тингуссангарлу тассангааннааруйоруйоқеққатсинни нерсутингуа писсиккам пагунгааруйоруйо қақорту тассусаангуутингалун қангаталлун тас таа туммеққакмайюарма нуилериарлаама уингеэққумаасо пилерпуга такку имма такусимангисааннаккамайиннуу сингунгаяппаанга иламисаллуқа сас уқартмигиммага саллуқаат илатааман сор ассортортути наидиму пуунгаяиллага пуунгаяппуу сунафтс аёртиусанниалера оллупиан синингиттоорсаанеринангалу аёртиусалерама ниаққума ас уангу исимақаама укукканугус лунгуттут таамааттарлимага микс таамаатин такус аёрторуй тааман мисигисақарлуни Þau eru víst mörg og mismunandi áhugamálin sem við eigum. Sumir eiga snjósleiða, aðrir golfsett. Sigurður Gestsson hins vegar safnar lyftingatækjum. Tækin hafa nú fengið aðsetur að Óseyri 6 á Akureyri, þar sem Siggi rekur fæðubótaefnaverslun ásamt félaga sínum Jóa Norðfjörð. Við kaupum okkur hérna húsnæði og áttum svolítið auka pláss og ég á mikið af gömlum mjög vönduðum tækjum sem að ég smá saman að fara að gera upp og hugmyndin að setja þau hér. Tækin sem Siggi smíðar og hannar má finna víðar en í hobbyræktinni. Þrátt fyrir að vera mörg hver hátt í 35 ára gömul eru þau enn í fullri notkun og það meðal annars í einni fjölmennustu líkamsræktastöð Akureyrar World Class skólastíg. Mörg þessi tæki eru mjög vönduð og í sjálfu sér hafa ekkert breyst. Það hefur ekkert komið neitt nýtt í mörgu af þessu. Hreyfiferlar og annað, þetta eru réttir og góðir og vandaðir í smíði heldur en sést í dag og þannig að þetta mun bara endast mannsævina sko. Ég maður sé ný tæki koma inn og þeim skipt út fyrir nýrri tæki en þessi standast tímastöðum? Já. Þetta eru bara mjög fín tæki. Hvað er þetta orðin gömul tæki? Þau eru flest, ég smíðaði mest á árunum 81-2 til svona 90 eða rúmlega 90. Þá væri ég svona mest í því að smíða. Hvar smíðaðirðu tækin? Ég hafði, ég er með ágætis aðstöðu hjá pappa hann á lítið verkstæði og svo hefur nú svo sem verið að vinna auðvitað í mínu fagi sem rennismiður og maður gat svo sem verið að dútla aðeins meðfram það líka. Það er mikill karakter í ræktinni við skólastíg, þar sem gamlir og nýir tímar mætast. Glæný tæki í bland við þessu gömlu góðu, lyftingatæki jafnt sem handlóð. Já, handlóð. Siggi hannaði og smíðaði þau líka. Það er svolítið skemmtileg saga á bak við þau vegna þess að þetta er bara smíðað á brothæfni. Þetta eru afskurðir úr bobbingaverksmiðjunni sem er hér og var. Ég smíðaði með skurðavél til að skera út hringina
Síðan bjó ég til tromlu til þess að henda dótinu inn í og berja þessu riði. Þetta var í marga klukkutími að berja þessu riði. Svo borar maður gat í miðuna, setur þetta upp á öxul og upp í rennibekk og lagar þetta utan, smíðar öxul og lóðið tilbúið. Já, einmitt. Þetta ótrúlegt. Maður er búin að lyfta þessum lóðum oft en aldrei pælt í því hvernig þessi lóð til. Nei, þetta náttúrulega bara járn og verður bara járn og svona verður þetta bara. En þú hannar þau þá líka, ekki bara smíðar þau? Já, ég náttúrulega hanna flest öll tæki sem ég smíða, sko, vegna þess að ég hafði svo sem ekkert að fara eftir þannig lagað. Og svo sem hef unnið talsveit við ýmsa hönnun líka í járninu, þannig að þetta lá svo sem ágætlega fyrir mér. Siggi byrjaði fyrsta keppi fitness 1981 og þaðan var ekki aftur snúið. Hann átti langan og farsælan keppnisferil í sportinu eða allt til ársins 2011 og því óhætt að segja að Siggi þekki tíman að tvenna þegar kemur að líkansrækt. Þegar ég byrjaði í þessu, þá var þetta sport í rauninni ekki til. Og ég ásamt vinur mínum Gísla Rafnssyni, hérna frá Akureyri, við fórum til Bandaríkjanna bara til þess að læra og sjá hvernig þetta gengi fyrir sig. Við vorum þarna í marga mánuði og hérna á besta staði í heiminum og fengum þar leiðsögn og þjálfun hjá þeim fremstu í faginu. Og sem sagt við reynda gáum út bók á þessum tíma líka. En þegar ég kem heim, sko, þá eiginlega byrja ég bara strax að leiðbeina öðrum og hef verið í því síðan. Og þú hefur staðið á sviði með mönnum eins og Jón Pál sem að nú flestir þekkja? Já, ég hef búin að keppa meira og minna við alla, sko, þannig að jú, það var sögulegt og skemmtilegt á sínu tíma. Er einhver fleiri svona eftirminnileg atvik af sviðinu sem þú manst eftir? Já, þetta er náttúrulega, maður er búinn að ferðast og þetta hefur gefið manni tækifæri til að ferðast bara ótrúlega stóra hluta af heiminum. Maður hefur verið að keppa, sko, í nánast öllum Evrópulöndum, Síberíu, Rússlandi og bara nefndu það, sko, og þetta hefur auðvitað gefið manni mikið að eiga möguleika á þessu. Svona síðustu árin þá keppti ég nánast eingöngu á Evrópu og heimsmeistaramótum og gekk ágætlega þar. Og svo sem veit maður aldrei hvenær maður er hættur. Það getur alveg við eitthvað eftir ennþá. Ertu nokkuð tíman hættur í þessu? Nei, maður hættir ekkert. Maður er þarna vegna þess að manni líður vel. Manni líður vel í skrokknum og andlega og það er alveg andið sem maður enga ástæðu til þess að hætta. Kristín Kristjánsdóttir, konan hans Sigga, er einnig margfaldur meistari á fitnessviðinu. Hún hefur framlengt íþróttaferilinn með því að keppa í frjálsum íþróttum. Siggi hefur stutt við bakið á henni og elt hana milli móta. Nú á síðasta landsmóti ákvað hann hins vegar að láta reyna á það hvort hann gæti líka keppt. Þannig að ég fór að tala við Unnar Vilhjálmsson, snilling, og spurði hvort hann væri til í að kenna mér kúluvarp og lóðakast á einhverjum 3 dögum. Já, hann var alveg til í það og við tókum einhverja 3 æfingar og ég skellti mér á landsmót á Sauðárkróki og var svona alveg sæmilegur. Ég var annar í kúluvarpi, svona nokkurum sentimetri frá því að vinna. Og svo var ég 3. í lóðakastinu. Það þurfti aðeins meiri tækni þar, þannig að það getur vel verið, ég get teikt henni eitthvað betur í þessu. En þetta var óskaplega gaman. Þetta er gott start að komast á pall í bara. Já, þetta var bara gert til að hafa gaman að, sko. Já. Og var það. Já. Þú kannski heldur eitthvað smá áfram og sér hvað... Já, ég er sem að taka einhverjar æfingar í vetur og sjá hvort að ég geti bætt með eitthvað. Þetta var það sem okkur langaði að sýna ykkur í dag. Við sendum bestu kveðjur hérna frá Akureyri, hafið það sem allra best og verið sæl.